með Justin Bieber, eða Sigur pappin, meira svona Sigur krakkin. Örvar Hafleðarsson, verður velkominn. Lesaður. Þetta ekki góður? Jú, góður. Þetta ekki? Jú. Við erum með þéttan og góðan þáttur ykkur í dag, kæru hlustendur. Við ætlum að, kafa hans ofan í hjöpa hér og eftir og hann ætlar að segja með 10 hluti sem að, ég veit ekki hann, eða svona meira 10 hluti sem að hlustendur veit ekki því. Þetta er svona... Já, það er ekki smá spennandi. Já, þetta er liður sem ég ætla að nota til þess að kynnast gestastjórnendum betur. Svo erum við með splungun nýjan dagskrálið hjá okkur sem heitir Hlustaðu á hljóðið. Ok. Og gríðarlega skemmtilegur útvarpsleikur og þar geta hlustendur sem að hlusta núna og eftir unnin fullt af peningum ef þið þekkja hljóði. Snill. Virkilega skemmtilegt og svo það flottulega keppnin á sínum stað og Herra Heimur sem situr nú hérna beint á móti mér ætlar að opna sig hans og eftir og segja okkur frá keppninni sem hann var að keppa í. Nýkomin hérna úr keppninni Herra Heimur, komin betur að því á eftir og svo það fitnessjöpi og lagið á leiðinni heim, þannig að það hellingur að vera hérna hjá okkur strákunum en ég ætla að byrja að spyrja það bara núna Hjörvar. Hvað ertu að hugsa akkurat núna? Akkurat núna? Já, bara því ég og Sveppi fórum vel yfir þetta, þú fær 70.000 hugsanir á dag, hvað ertu að hugsa akkurat núna? Akkurat núna, nú ég að hugsa Víetnamstríðið. Í alvöru? Og af hverju voru Bandaríkjamenn að fara þarna inn? Nei, þú varst ekki að hugsa. Ég var að hugsa þetta núna. Í alvöru? Já, ég var að hugsa þetta núna. Af hverju voru Bandaríkjamenn að fara inn í Víetnam? Hefur ekki betur sleppt í? Þegar ég að tala að við séum að fara í hlusta á hljóðið og kynna inn dagskrárliðina sem í dag, ert þú þá að hugsa af hverju Bandaríkjamenn fóru inn í Víetnam? Nei, ég var bara að hugsa þetta sko, maður á aldrei að berjast við einhvern gæja on their home soil. Skilur hvað við? Skilur. Segjum að ég var að bæðastur í Kópavogi. Fyrsta sem ég myndi gera væri að sko taka þennan sauðakrók og loka honum. Þá myndi ég aldrei fara in a combat í Skagafirðinum við þig og þína vinni. Af því að þið þekki alla staðiðar og svona. Þannig að þið væri bara einhverjum felum að snæpa okkur alla niður. Það er ekki vel að mótið bara þú kemur að marbæli. Já, ég segi það. Þannig að ég myndi attack you guys through the air. Ég væri bara með sko loftárásir. Já, ég skilði. Ég myndi aldrei fara í bardaðan á jörðinni. Nei, það myndur þú tapa. Já, og svo væri ég kannski með einhverja tanks á leiðinni bara inni þegar ég væri búinn að sprengja þetta gjössanallt þegar það væri bara nokkri eftir. Þetta eru hressandi hugsanir hjá þér svona á blautum 50 degi. Já, ég var bara að velta þessu fyrir mér. Ef ég verði einhvern tíma bæjastur í Kópavog þá ætla ég að ráðast inn í Sauðárkrók. En sérðu fyrir að fara í pólitík? Já, alveg eins. En þú? Þú ert náttúrulega orðinn college boy. Já, en þú, ætlaðu hún til í pólitík? Ég? Nei. Ég sattir það samt fyrir svona 10 ára síðan þá hefði ég setið og hlusta á hverja einustu ræðu í gær. Í gær I didn't give a shit. Nei, ég hef ekki heim í pólitík, ég held að það sem nokkuð líkt. Hvað til staðar í þessu það? Það stattur? Já. Það að síðasta sem ég nenn að ræða þessum þætti, það pólitík. Og það á öðrum stöðum sem þið getur hlusta á það. Sleppið þið hér í FM 95 blöðu. Hér eru bara símaöld og verið að prumpa og hafa gaman. Það er ekkert flottar eða það. Ókvæðlega. Og eins og við höfum komið inn á, þá erum við með þéttan og góð þátt. Ertu búin að velja, ekki föstudagslægi, ertu búin að velja lagi í góðulagakenninu? Já. Okay. Geðveikt gott lag. Hlustendur, það verður geðveikt gott lag hérna. Korter í 7. Nei, korter í 5. Já, en ertu að fara að taka sjens? Já, I always gamble. Það var ungu maður sem kallaði í hádeginu 90's kóngin. Já, ég vil kalla það 90's kóngurinn. Og þér fannst það geðveikt hrós? Já, mér finnst það, þú veist, ef það er eitthvað sem ég hef viljað vera kallaður alla ævi þá verður það 90's kóngurinn. Já, það er það ekki Heppi samt. Heppi? Ákveður eftir, hann er frekar 80's kóngurinn frekar sko, hann er ekki 90's legend. Hann er bara kóngurinn. Það er alveg saman hvað sé 80's, 90's. Já, ég verð að viðurkenna það. En það var gaman af því að, þú veist, þetta er skemmtilegast tónlistin. Já, en þú manst samt leikreglur sem að voru samdar hérna strax í byrjun, að það er bannað að koma í lag með Herberti Guðmunds í flótuleikinu. Já, ég vissi alveg því. Ég meina, það er svona eins og spila bara einhverju autokart bara. Hvað hétt aftur? Þetta er bara eins og að spila hérna frýtt úr fangelsi. Já. Og ertu að tala um Uno-spilið sem var allt? Já, það var alltaf eitt spil ef maður var eitthvað að spila, það var alltaf eitt spil sem maður vann allt. Já, djúðlega náttúrulega ég spilaði Uno. Já. Ekki það ég spila engin spil. Það eru flestum drullu saman. Ég reyndar sérfræðingur í Olsen. Já, ég er enda mjög góður í Olsen. Safnar við spilum að þér í Olsen? Ég get sagt það, ef ég á áttu og hjarta eftir og þú átt fullt að spila með þér þá myndi ég kannski segja, herru, taka áttunum mínu og segja breyti í spaða. Já, þá fer þú að hann er með spaða. Breytir í hjarta og kemur með Olsen. Þetta er trikk sem allir þekki. Nei, þetta er mitt aðaltricks. Þegar þú spilar Olsen, samgar að þið spilum
Það er taktík. Ég veit að ég þoli ekki svo taktík. Ég er náttúrulega að spila Olsen 100, þannig að það er alltaf talinn afgangurinn sem eftir er. Já, ok. 8-20 og svona sko. Olsen 11 og svona sko. Og ef þú lendir akkurat í 100 og springur og ferði aftur niður í 0 sko. Það er litla líkur af því sko. Þá er ég svakalegur sko. En þetta eina spilið sem þið finnst hann skemmtilegt í Olsen? Ég nenni ekki að spila neitt annað. Þau hefur aldrei farið í Alias eða Actionary. Ég er enda að vera mjög fyndið að taka Actionary þegar þú væri búin að sippa í 3. Þið voru til að sjá það leika. Já, svona spurningu hérna veist mér alltaf lægi. Já, en ég verð bara, en þú veist, þegar ég að vinna gæði eins og þig, sko, þú verður alltaf svo reiður, þannig að ég einhvern veginn minnst ekki vera worth it. Þú ert alltaf að tala um þetta eina dæmi, það er alltaf sama dæmi. Já, ok, ég var alltaf lent í oft við fólk verður mjög reitt þegar að tapa fyrir mér spurningu hérna, þannig að ég... Já, ég er mikill trivialmaður, en ég þarf góða makkar. Ég er mjög sterkur á 3 litum. Mamma, ég veit alveg hvar þú ert lélur. Brúnu. Ég er ágætur þar, nú er ég ekki að fíblast. Ég er skelfilegur á bláum. Ok, en þú er góður í bleikum? Já, ég er góður í íþróttum. Já. Og ég er ágætur á gulum og brún. Ok, ég er náttúrulega umulur í grænum. Það er náttúrulega versta. Og græn og brún eru óvinni mínir. Já, Maja systir er með græna alveg gjörsanlega á hreinu í trivial. Það er óþólandi. En við skulum hægt að ræða trivial og fá bara gott lag. Þetta er Rudimental, Feel the Love. Hann sagði við okkur, hann Valdimar í gær í hljómsveitinni Valdimar sem var sem gestur. Þetta var nú bara eitt flottasta lagi sem hann hafði heyrt á þessari stöðu. Þeir var að vinna í álverinu eða í fisk eða eitthvað núna. Þá myndi þetta lag svona fá mig til að vinna hraðar. Næ, ég lík því reyndar. Ég er húðulatur en kemur samt í gott skap. Feel the Love, Rudimental og ekkert að þessu lagi. Það er reyndar eitt hérna höfði. Það eru einhverju hlustendur sem haldið þetta að verið planað. En ég sver það við bara, líf fjölskyldu minna að þetta var ekki planað. Okay. En við endum umræðinu hérna áðan á Trivial. Já. Sérðu hvað er þetta við hliðina á mér? A Trivial Pursuit? Nei, bara spurningar, eitt box og ég ætla að taka eitt spjald á því á þeirri fyrir slúðri. Ég ætla að sjá hvað svo góður þú ert. Það láta mig lítið út núna. Nei, ég er ekki búin að velja, ég er ekki búin að sjá spurningarnar. Þú er tilbúinn? Hvaða 2 tungumál eru opinber í Monaco? Það er franska og Monaco. Le français, oui, oui. Le français og... Þú verðist ekkert gáðari þó getur talað fransku. Fransku og spænska? Nei, Monacoska. Monacoska? Hver leikstýrði sjónvarpsmyndinni The Brooke Ellison Story árið 2004 sem Dana Reeve og sonur hennar léku í? Hver leikstýrði sjónvarpsmyndinni The Brooke Ellison Story árið 2004 sem Dana Reeve og sonur hennar léku í? Fuck off. Nei, Kristoffer Reeve maður. Súpermann gamli. Ég hef aldrei séð þetta. Í hvað landi var Hans Enoksen kjörinn forsætisráðherra árið 2002? Hans Enoksen? Já. Þetta er alltaf ámarðið snakki, svaraði bara. Veit það ekki. Það er Grænlandi. Hvað annað heiti höfðu Laugardalr fram til 12. aldar? Hvaða annað heiti höfðu Laugardalr fram til 12. aldar? Týrsdagar. Nei, þvottadagar. Sjónandi heitur. Í nágreinu hvaða plánettu hafa Cassini geimfarið og Huygens kannin... Venus. Nei, Saturnus. Hverra þjóða var námsmaðurinn James Naismith sem fann upp körfuboltann þegar hann bjóði í Bandaríkjunum? Hann var skoskur. Nei, hann var kanadískur, þú varst ekki með eina spurningu réttan. Jæja, ég er ekki hissa að menn verið brjálaðið þegar þú vinnur á í triviala því þú getur ekkert. Við ætlum að fara hérna í... Þetta var gott að vera að gera þetta, maður eitthvað með undirbúið eitthvað spjald sem ekki með neitt um. Ég sverði, ég tók bara eitthvað spjald. En við ætlum að fara hérna í slúður. Það var gæinn sem að klára 8. bekk þóttu sem vita eitthvað. Ég vissi Kristoffer Reeve. Það vissi ekki. Annað vissi ég ekki. Þá ætlum ég að byrja slúðrið og ég ætla að byrja þennan pakka á Britney Spears en eins og flestir Íslendingar ættu að vita í dag að þá er hún einn af dómurunum í X-Factor USA eða X-Factornum í Bandaríkjunum með Simon Cowell og félögum og já, hún er mætt þar að byrja að taka upp þættina og það er ein regla
regla sem að Simon Cowell hefur samþykkt og menn þurfa að fara eftir. Það má hvergi áfengi vera í augsýn þar sem að Britney Spears er. Hún er hætt að drekka og hefur snúið baki við Bakkus og það má enginn í salnum, hvar sem út stattur, vera með áfengi þar sem að hún lappar. Og menn eru að virða þessa reglu. Hvað, ætlaði bara ekki að kommentra á slúðrið því þú gast ekki neitt í trivia, eða? Þetta var bara sviðsettur viðbjóður sem ég er ekki hrifinn af. Nei, ég var ekki að sviðsetja neitt, ég lofa þér. Fegst bara, ég veið ekki hérna, fegst vont spjald, en það þýðir ekki og getur ekki tekið þátt í slúðrun, ekki vera að borða, ekki fara í fílu. Ekki sitja bara... Ég ætla að vera í fílu 15 sekundur viðbót. Ok, þá ætla ég að segja hérna næsta slúðrið á meðan. En Lindsay Lohan, hún er nú að leika lítið hlutverk í Scary Movie 5 sem væri nú ekki frásögufærandi nema það að hún er víst algjör plága fyrir liðið sem er að taka upp þessa mynd, sem er að framleiða myndina. Hún mætir aldrei á réttum tíma og nú síðast var hún ekki búin að undirbúa línurnar sínar og þurfti því að fresta tökunni. En það sem er steiktast af þessu öllu er að hún er ekki með henni með einhverjar nokkra mínútur þarna. Þetta er allt bara ein sena með henni, en hún virðist ekki hafa nokkurn metnað á því að læra þessa senu eða mæta á réttum tíma og eru menn að kjást upp á henni. Ég er reyndar að huge Lindsay Lohan fan. Já, hún má nú muna fífil sem færi. Hvenær varst þú hrifnastur á henni? Mér varst þú mjög góð í Herbie Fully Loaded. Já, ég var ánægð með grínmyndina með henni hana. Já, Mean Girls. Mean Girls. Já, hún var enda mjög fín þar, svona án alls gríns. Mér finnst það fara líka miklu betur að vera rauðhærð. Já, ferillin hennar er gjössanlega down the shitter, sko. Bjóð einhvern tíðan til eitthvað glerhart lag. Já, Lindsay Lohan, það var þetta ágætis lag. Þú veist ekki hvað það heitir? Þetta er bara 12% spurning á þig. Það heitir hérna... Nei, ég manna ekki. Nei, hún veist það ekki. Nákvæmlega. Rumors. Það hún áttan eitthvað tölög. Og já, en samt segðum rétt uppi. Ef þú ert með allt lóðurétt niður því, skýtur um að baka eins og Lindsay þessa dagana greiði. Hún er ekki að fá neinn hlutverk. Já, en hún er svona fullt af cash money, sko. Nei, okkur er hún þá stelandi. Það er ekki með stelusíki, sko. Já, en myndir ekki mæta svona ánalskrif, myndir ekki mæta á réttum tíma og standa þig og myndir láta það að spyrjast út loksist þegar þú færði eitthvað 5 mínútna hlutverk að sé ekki hægt að vinna með? Nei, þú mátt ekki sína og sér búin að missa og halda áfram að vera star og mæta alltaf seint. Já, svona sína hver ræður. Já, mjög sniðugt þér. Þú og Lindsay Lohan verið flott par. Svo ætla ég enda þetta á Mike Tyson. Þessi fyrrum heimsmeistari í hnefaleikum, hann var að segja núna í viðtalið að hann hefur mikinn áhuga á að dansa og syngja í a musical og það er svona orðið stærsti draumurinn hjá Mike Tyson. Þessi maður sem var frægur fyrir að vera the bad boy, segist ekki lengur vera a bad boy heldur, nú vilja hann vera frægur fyrir að vera the good boy. Ok, ég sá þess að hérna frétt líka. Heyrðu, svo varstu búin að fara yfir Heidi Klum-málið. Heidi Klum-málið, já, hún er byrjað að hitta hérna... Lífurinn sinn. Já. Er það ekki brjálaður yfir þessu, eða? Já, er það ekki svona sílmaður eins og ég? Er einhver krumtarður sílmaður? Ég er mjög harður sílmaður. Er það það? Já. Ég var bara jálaður þetta gerist. Viltu vera svona tónlistamæður sem flestum væri samum? Nú. Já, spurðu mig hvert upp á slæðið mitt. Ég veit það er hérna Kiss by a Rose. Rétt. Það er það eina lagi svo gant. Nei, and I survive. Oh no, we got a little crazy, hann ásamt ekki það lag, sko. Já, en það er svo gott lag með honum. Já, gott lag með honum og Síle frábær, Lindsay Lohan líka og Hjöppi æðislegur. Þetta var slúðupakki dagsins. Hér rétt handa við hotni er viðtal við strák sem var að koma úr Herra Heim og hann heitir einmitt Hjörvar Hafliðason, ekki missa því. En fáum eitt gamalt og gott hérna. Þetta verður ekki verið spilað síðan ég byrjaði. Við erum búin að vera hérna í tæft ár. Þetta er bent nálgast með XXX. Við erum hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og já, hann situr hérna beint á móti mér, hann Hjörvar Hafliðason sem er, já, nýkominn úr keppninni Herra Heimur. Ertu velkominn? Já, takk fyrir það, Uti. Hvernig ertu? Ég er óslega góður. Ég er náttúrulega var að koma þarna frá Hawaii. Já, var keppnin í Hawaii? Já, sem var óslega gaman og keppnin var í 5 vikur. Vá. Þannig þetta var gaman, náttúrulega það lá alltaf fyrir að ég myndi taka þátt af því ég vann Herra Ísland sem er forkeppnin fyrir Herra Heim. Já, nákvæmlega. Gæðins strákun sem vinnur þá keppni, hann fer síðan út og keppir og ég var Herra Ísland og var að keppa núna í Herra Heim. Já, og hvað hérna komstu á palla? Sko, það er saga að segja frá því, Auðun Blöndal. Nó? Nei, ég segi svona, nei, ég komst ekki á pall, en það var ógeðslega gaman. Við kynntist fullt af geðveitt skemmtilegum gaurum. Þannig að þetta var algjörlega þess virði. Hann hefur verið góður mórall í hópnum. Veistu hvað, það var ógeðslega góður mórall og ég má til með að segja hérna sögu. Já, hvað er með hana? Við erum stattir hérna, þú veist, við náttúrulega borðum alltaf saman í hádeginu og svona. Já. Og svo segir maðurinn sem er með matinn, segir eitthvað, veljið ykkur allir ávöxt. Já.
og við vorum 4 sem fórum á sömu appelsínuna. Nei, ok. Þannig að, þú veist, við vorum bara, ætlaði þú líka? Ætlaði allir bara í appelsínu? Já. Það er gaman að því. Og þú veist, það var svo margt skrítið þarna. Já. En svo, þú veist, fórum einn daginn inn í búð og keyptum kjúkling. Já. Þú veist, kjúklingur kosti eitthvað 300 krónu eða eitthvað. Já. Þú veist, ég bara sagði bara, heyrðu, okkur köpum ekki bara 5 kjúklinga? Já, þetta verið svona ódýrt. Já, veist, það var bara svo margt öðruvísi í Hawaii heldur en á Íslandi, en maður var bara svona, wow, this is amazing. Já, ok, en hver var skemmtilegasti keppandinn eða svona núti? Kynntust einhverjum? Ég er ekki að fara að gera upp á milli, sko. Nei, ég er ekki að segja það, en varst ekki að ná betur? Jó, mér veist, þú veist, herra USA var ekki að fýtt. Ok. Það var svona, þú veist, úrslega flottu svartu strákur. Hvað heitir hann? Hann heitir Jamal. Jamal, ok, skemmtilegt. Svo var herra England geðað fýtt ná ekki, James. Já, þetta er svona strákar sem tala góða ensku, þú verður að bonda svolítið við þá. Já, þú veist, þeir eru náttúrulega bara klikkar. Fórum eitt kvöldu og fórum að fá okkur þetta í glas. Nó, ok. Þú veist, og ég ætlaði bara að fá mér eitthvað, þú veist, kannski Bacardi í sóda eitthvað. Þá bara sagði einn, fáum okkur skot og þeir fóru bara að hendi í sig einhverju skotum. Þú veist, og þá bara keppnið til 2 vikur. Nó, bara bilaður. Ég skildi ekki alveg hvað er að frétta. Herri, það kviknaði á síminn hjá mér. Já, þú voru að setja á silent. Sorry, það er allir að hringja því að ég var bara að koma heim. Já, ok, allir að tekka á þér. Já. En hvað er framöndan á Íslandi? Vá, þú veist, þetta er náttúrulega búið að opna fyrir mig úslega mikið að tækifærum. Já, ég trúi því. Og ég er bara aftur að sjá til svona hvað maður ætlar að gera með þetta allt saman. Já. Þú veist, þetta var náttúrulega bara að gera eitthvað skóli. Já, nákvæmlega. Og leðilegt að vinna ekki með neinn velun en eitt þannig, en þú veist, ég viðurkenni það alveg að þessi strákur hérna, herra Ghana sem vann keppnina, hann bara með flottara body en ég og þú veist, ég hef bara þurft aðeins að, þú veist, ég var bara ekki nóg með þetta. Nei, ég skilji, það er svona gerist, en það er hérna, ég er að spá henda þér í hraðaspurningar. Ok, cool, hvernig virkar það? Það virkar þannig, þú hreinsar hugan, þú getur ekki svara rétt, þú getur ekki svara vitlaust, þú mátt bara segja það fyrsta sem þetta eftir í hug. Ég ætla að fara í tölvuna í heilanum mínum og fara í Option Clear All. Já, skemmtilegt. Herri, það var geðvægt fyndið að ég, semst fyrsta daginn sem ég kom, þá var ég með svona iPad og svo tók ég hann upp og hélt ég verið eini gæinn með iPad. Þá voru allir þarna með iPad. Já, gaman. Þannig að það var, við vorum eiginlega allir sem áttum hann í. Já, þetta er orðið verið sælt. En hérna, ég ætla að fara í hraðaspurningar. Ertu tilbúinn? Já. Og eins og ég segi, bara segja fyrsta sem þetta eftir í hug. Clear All. Já, ok, nú ætlum við að kynast þér aðeins betur. Já. Ábyrja ég, 1, 2 og uppáhalds bíómynd. Green Mile. Uppáhalds hljómsveit. Kanye West og Coldplay. Ok, besta liðið í ensku. Vá, ég horfi ekki aðeins. Arsenal. Ok, besti skyndibitin. Kjúklingabaka og safran. Hvað kveikir í þér? Heiðarleiki og fallið bros. Ok, hver var leiðilegastur í keppninni? Öddi. Hvað? Maður spyrja mig ekki þessu. Ok, ég veist, bara herra Kína. Ok. Vá, hann drepur mig. Ok. Uppáhalds tímaritt. Men's Health. Uppáhalds borg. New York. Uppáhalds leikari. Matt Damon. Nei, ekki Matt Damon. Jú, Matt Damon er geðugur og hérna Tom Hanks. Fallegasta kona fyrir utan maka. Mamma mín og amma mín. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri er það fyrir valinu? Bara einhverju kvendýri, bara, þú veist, er ekki konur bara dýri eða eitthvað? Nei, þú veist, engri, ég vil ekki svara þessu. Ok, hvað fyrir mest í töðunar þér? Óheiðarleiki. Og skakka tennur, ég þóla ekki skakka tennur. Ok, hvað hefur þú sofið á mörgum konum? Auðun. 3. Ok, hvað drekkur á djamminu? Ég fæ mér eiginlega bara vatn á djamminu, en einu sinni þannig í Honolulu fekk ég mér hérna eitthvað Bacardi og soda. Þá er þetta komið. Þetta var skemmtilegt og hressandi. Þú uppáhaldsmyndi er Green Mile og svo varstu með Coldplay og Kanye. Besta liðið ensku, þú horfður ekkert á ensku? Nei, þú veist, ég horf ekki, en þú veist, ensku strákurinn hann var alltaf bara eitthvað What is score in football? Var alltaf að spyrja. Já, ok. Það var alveg, þú veist, alveg vitlaus í þetta. Þetta voru skemmtilega svör hér og virkilega gaman bara að fá þig hérna í heimsókn og ég óskaði bara allsins besta í framtíðinni. Já, takk fyrir það og hérna, takk fyrir að bjóða mér inga. Já, nú lítið. Og hérna, ég kannski kem aftur og segja kannski fleiri sögur en úr
úr keppninni? Ég veit það ekki, við sjáum til. Við ætlum að fá eitthvað gott lag og kveðja hér, þáttakandi okkar í Herra Heim. Tjá. Morgunþátturinn Magasín á ferðalagi landið. Næstu helgi verður Morgunþátturinn Magasín með skemmtikvöld á Akranesi. Nánar tiltekið á Gamla Kaupfélaginu. Lauflétt pubquiz, uppistand, fáralegar keppnir og löðrandi sveittball fram eftir nóttu. Sjáumst á Gamla Kaupfélaginu á Akranesi. Laugardagskvöldið 15. september. Hlökkum til að sjá þig. Morgunþátturinn Magasín. Afsakaðu mig, þegar þú segir að þið takið aðeins við reiðufé, hversu reiðar þurfa kindurnar að vera? Alveg brjálaðar eða nóg að það séu bara kumpnar? Mastercard fékort saminar kosti þess að nota reiðufé og greiðslukort. Farðu skynsamlega með þitt fé. Sagtu fékort á kreditkort.is. Er þitt fyrirtæki að nýta getu sína til fulls? Capacent í samstarfi við Íslandsbanka, Eimskip, Icelandair og 365 miðla kynna stjórnendaviðburð ársins. Frá stefnu til árangurs. Ráðstefna í Hörpu þann 20. september. Jeroen de Flander, einn eftirsóttasti fyrirlesari heims á sínu sviði, fjallar innleiðingu stefnumótunar og árangurstjórnun. Skráning hafin á capacent.is. Er þitt fyrirtæki að nýta getu sína til fulls? Capacent í samstarfi við Íslandsbanka, Eimskip, Icelandair og 365 miðla kynna stjórnendaviðburð ársins. Frá stefnu til árangurs. Ráðstefna í Hörpu þann 20. september. Jeroen de Flander, einn eftirsóttasti fyrirlesari heims á sínu sviði, fjallar innleiðingu stefnumótunar og árangurstjórnun. Skráning hafin á capacent.is. Ég lauk alþjóðlegu prófi frá Naglaskóla ProNails og vinn nú á snyrtistofu í Reykjavík. Erum að taka á móti skráningum á snirtiakademian.is. Naglaskóli ProNails. Milla Jovovich snýr aftur sem Alice. My name is Alice. Umbrella is more powerful than ever. Í einni vinsælustu kvikmyndaseríu allra tíma. Surrender or die. Resident Evil Retribution. Frumsýnd 14. september. Resident Evil 6 kemur á PlayStation 3 2. október. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Ég gæti ekki sagt þetta betur, þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Og við hjörfum með ykkur til 6 í dag. Við þökkum Herra Heim kærlega fyrir innlegg sitt hérna áðan. Já, gaman að heyra í honum. Já, virkilega skemmtilegu strákur og þess styttist í hlustaðu á hljóðið hjá okkur Hjöppa sem er nýr leikur og það er spennt fyrir honum. Já, þetta verður rosalega gaman. Þar getur fólk unnið en pening eða þekki hljóðið sem við spilum á eftir og það voru að gera að vera á tánum. Algjörlega. Og hljóðið er erfitt þessu sinni. Svona lagað ekki. Já, það er alveg svona, það er pínarritt, já. Já, náttúrulega peningur í boði, það má ekki vera oflétt. En ég ætla að fara núna hins vegar í dagskrálið sem er fastur hérna hjá okkur og heitir Sturlaðar staðreyndir. Hvernig líst þér á það? Ríkilega. Því þú sagðir ekki yes eða neitt. Jú, yes. Ok, þá byrjum við. Hér er fyrsta Sturlaðar staðreynd dagsins. Í hvert sinn sem einstaklingur verður ástfanginn, missir hann samband við 2 vini sína að meðaltali. Sturlu staðreynd. Það er bara kjáftæði. Er það? Já, þetta er bara rátt. Nei, ég veistu það, ég fór að hugsa þetta. Það er alveg eitthvað til í þessu. En það er náttúrulega að tala um að meðaltali. Það er ekkert verið það missa ekkert allir samband við 2 vini sína. En þú heyrir bara í vist mörgum svona á daily basis. Já, þú missir ekkert samband við einn en eitt. Ég ætla að veffengja þessa staðreind. Ok. Því að hún er ábúinlega fengið nú einhverjum Bandaríkjunum. Já, fengið frá Bandaríkjunum. Já. Svo er það næsta. Stærsta fjölskylda heims er á Indlandi og það er 1 maður, 39 eiginkonur og 94 börn. What a player. Já, þetta er vegli. Já, ég minna, hann hlýtur að eiga svolítið stórt. Hann hlýtur að búa í höll bara. Þetta er ríkasti maður Indlands. Þetta er bara einhver alvöru kall. Já, er það? Var ekki til eiga 39? Nei, þá það er alveg hundleiðilegt. Eiga 39 konur? Ég held bara, nei. Ég hef engan áhuga. Svo er hann með 94 börn, hann er aktív kallinn. Herri, sérðu, ég er búinn að venja það af 0-inu. Null. Já, 0, það er ekkert að því að segja 0. Jó. En áhugin 0 á þessu hjá mér allavega. Spáði líka, þú veist, þetta er bara að segja sér sjálf. Þessi maður á eitthvað pening. Þú veist, ekkert með 94 börn bara að sjá þau á þess að Nei, svo kemur ríkið og hjálpa til. Indland er alveg rosalega mikil aðstóð. Já, nákvæmlega. En þú getur ekkert búið bara hérna upp í baugakórnum með 94 krakka. Það er erfitt. Það segir sér sjálft. Svo er það næsta. Fílar eru mestu tilfinningaverur heims. Þeir bjarga öðrum dýrum reglulega og geta dáið úr sorg. Wow. Þetta er sturlu staðarind. Já, og mjög góð. Svona sturlaða staðarindi dýrkaði, sko. Þegar ég las þetta, það var til þess að ég byrjaði að fíla meira.
Já, hefur séð fíl? Já, þetta er séð fíl, hvað heldur ég að geta í dýragarð? Já, ég meina það er ekki allir sem hafa séð fíl, sko. Ég var ekkert fastur á Sauðárkróki þegar ég bjóð það, sko. Ég fór í dýragarðum allan heim. Já, ég var bara að spyrja það, sko. Nú, hefur þú ekki séð fíl? Jú, ég hef séð fíl, bara þú... En hefur þú séð fíl in the wild? Nei, ég hef aldrei verið in the wild. Nei, ég væri til í það. Já, ég væri líka til í það. En maður á samt ekki að fara nálægt honum þegar geta drepið þig, sko. Já. Það þarf ekki að stíga á þig bara. Hvar eru fílar in the wild? Er það í Asia? Já, Asíu og Afríkufíllinn líka. Þetta er víða. Svo er það næsta. Samkynnið er bönnuð í 38 af 53 Afríkuþjóðum. Ok. Það er steikt svona. Það er rosalega, sko... Þetta er of svona mikil umræða. Þetta kemur ekki óvart. Nei, í Afríku. Nei, þetta eru vittleysingar. Í dag eru fleiri á Facebook en voru á jörðinni fyrir 200 árum. Sturlu staðrind. Spáði líka, sko, að hvað við gerst líka fyrir mannkynni, að þú veist, hvað dóu? Hvað var það? 50 miljónir sem dóu í seinna stríðinu? Það er svoleiðis, já. Þú veist, ég myndi að hvað veru miklu fleiri. Þú veist, við verðum þá sinnum 50 miljónir sinnum, þú veist, þeir hefðu væntanlega átt ykkur börn. Þú veist, eftir árið kannski 1946-7 að vera einhleypu kallmaður, þá var svona einn kallmaður og hverja 15 konur í miðri Evrópu. Já, ok. Þú varst maðurinn saman hvernig þú leist út. Það voru allir dánir. Skilur hvað við? Já, ég skilur. Þetta eru áhugaverða pælingar hér verður svo er það næsta. 72% giftra kvenna viðurkenna að hafa hugsað til þess að skilja við manninn sinn. Þessi könnun náttúrulega gerði í Bandaríkjunum, en heldur þetta eigi við... Hvað sagður margar? 72% kvenna. Nei, ég er hætt með honum. Nei, hafa einhverjum tímabúndi hugsað að skilja. Nú er komið bara nóg. Nú er komið nóg. Setja stólinn fyrir dyrnar. En þetta er hins vegar bara að vera að tala um að hafa hugsað þetta. Það er ekki að sama á að gera. Svo er það næsta. Það er til bjór í Þýskalandi sem heitir Fucking Hell. Það er ekki dýrast að nafna bjór, þá veit ég ekki hvað. Þetta er sturlustæðir, ég vissi þetta ekki. Já, ég meina, það var líka, það var ekkert leiðilegt að rölda bara inn í ÁTVR og segja bara að ég ætla að fá kippa Fucking Hell. Já, viðurkenna. Hvað er þetta að drekka, Hjöppi? Fucking Hell. Svo er það næsta. James Franco, leikari, þú veist hvað það er, ekki? Jó. Já. Og Margaret Thatcher eruð með sömu gena undrin sem gerir þeim kleift að þurfa aðeins 4 tíma svefn á nótinni. Þetta varst með skemmtilega sturlu staðreynd. Er þetta samt einhver, þú veist, er þetta ekki... Það stóð eitthvað genetic, eitthvað vondir eitthvað. En þetta er víst, það er ekkert bara þau sem geta þetta, en þau eru svona þekktir einstaklega. Veistu hvað, þú ert alltaf að óttast að einhver vinnuðinn er að grópa sig að sofa ekki mikið. Nú. Það er hættur að sofa lítið. Já, ég veit það. Þú veist, það er náttúrulega, þú veist, það er svona öllu gamla slettur, það er mjög vont fyrir alla heilastarfsemi og bara þínu andlegu líðan að sofa lítið. Það þarf einhver snilling til að segja manni það, sko. Ég er að segja það, þannig að... En þau allavega komast upp með þetta, 4 tíma. Þannig að þau fá 20 tíma hverjum degi. Rosa heppin. Svo er það, þú sefur betur ef þú borðar rétt fyrir svefnin. Sturlu staðrind. Sefur betur en það er ekki gott fyrir línurnar. Nei, en hvort er hugsa maður að velja en línunar? Já, ég veit hvort þú velur, það er nokkuð ljóst. Ég hugsa fyrst og næst að líða vel og sem er alveg jafn mikilvægt og líka minn. Já, ég meina, mér líður alltaf vel. Já, þú ert búin að þjálfa það vel. Ég dett ekki þess að þungu dali eins og þið líkansvægt að geða sjúklingar þeir. Það er þunglindir og alltaf að pæli öllu þessu. Nei, ég hef alltaf til. Mundir flokka mig sem líkansvægt að geða sjúklingar. Verður þú alveg hreinskilin? Léttur. Þú ert einn af geðsjúklingum sem ég þekki sem skoðar aftan á vörur og aðtók hvað er í þeim. Nei, ég er að tekka á dagsetninguna þeim. Og ég held að þú vissi það. Og það er dagsett. Hvað er í þessu? Nei, ég tel ekki honum í kalóriur. 4 grömm. Ekki ljú upp á mig. 12 grömm. Svo er það næsta meðalengd á ástarsamböndum í framhaldsskóla er 1 mánuður að meðaltali. Já, lítið. Það er mjög stutt. Og áttur kærustu í Gagó, eða framhaldsskóla? Menntaskóla? Nei, ekki Gagó. Nei. Ég hafði bara ekki áhuga á þessu. En í menntaskóla? Já, eitthvað. Já, og var það svona mánuður cirka? Nei. Ég hef aldrei átt í svo stuttu ástarsambönd. Nei, það var miklu lengra. Já, miklu, þess að segja það. Og mjög lengri mánuður hérna. Já, þannig Ég held að minnsta hjá mér séu 3 mánuður. Já, að byrja með einhverjum og... Ekki það, ég ætla bara að opna einhverjum. En hvernig er það? Innsiglir þetta alltaf með eitthvað svona, erum við byrjuð saman, eða? Nei, nema svona þetta er ekkert eitthvað tekist í hendur. Byrjuð saman. Hefur einhvern veginn átt kærustu og þegar átt eitthvað dag eða eitthvað svona? Ég ætla ekki að fara út í þetta. Og þú ert ekta gæðin sem átt lag og dag og eitthvað svona. Sko, já, ekkert lag, en vissulega til dæmis eins og maður á alveg fyrirhandi kærustur, eins og gengur að gerist, og það er alveg sögum lög sem að minna mann á þær. En við áttum þau ekkert þau lög, þetta var ekkert eitthvað lagið okkar. Ég er ekki þeim pakka, sko. Okay. En það dettur einn lag til dæmis stundum í
útvarpinu eða eitthvað? Ég get trúið sér erfitt fyrir það. Klokkan kannski 2 á sunnudegi. Kannski varst að koma heim klokkan 6 á laugardagsmorgninum og heyrir Hvenær hlusta ég útvarpið klokkan 2 á sunnudegi? Jæja, þá er það síðasta sturlaða staðurinn dagsins. Ég er búinn að opna dós af ormum fyrir Hjöppa. Ertu til, síðasta? Nei, engin, já, það er ekki lag sem að minnum á neina stúlku, viðurkenna. Svo er það síðasta, fólk sem tuðar mikið lifir lengur. Og það er að því að það losar spennu þegar það tuðar. Sturlu staðurinn. Þú tuðar vel? Nei, ég held það. Jú, þú tuðar rosalega. Ég tuðar bara í þér að því að þú ert svo vitlaus stundum. Ég tuðar samt ekkert mikið eðlisfæri. Ekki? Það er ekki annað hægt stundum en að tuði þér. Hvernig er að vera myndið þú vilja að þú verið stelpa? Myndir þú vilja að vera kærastan þín? Já. Er það? Já. Það eru þú með þess að sagt það sjálfur, ég er góða strákur. Nei, bara því að góð lyktaður, sko. Já, þú gast með að ég væri góða strákur. Já, en ég er bara að spyrja þig, heiðarlega. Myndir þú vilja að vera kærastan þín? Ég er nettur aumingi en ég held ég myndi samt vilja. Hvernig þú fengir inn fullkona kærasta, hvernig var hann ef þú verið stelpa? Ég veit það ekki. Ég myndi vilja einhver gæja sem geti smíðað, málað, pípulagningamaður, rafvirki, eitthvað svona, kann bara allt svona. Ekkert ég. Já, þegar þú segir það að ég engan áhuga að vera með mér. Og getur lagað. Það er ekki ég. En ég get verið rosalega hress og skemmtilegur. Og lykta vel. Já, ég veit það. To the People með lagið Pumped Up Kicks hér í FM 95 Blu og nú er komið á dagskrárlið sem hefur verið í smá pásu hjá okkur Hjörvar í smá tíma og þessi dagskrárliður heitir Umferðarhjöppi. Svona áður við förum í hlustaða og hljóði hjá okkur og þá ætlum við að fara í Umferðarhjöppan. Ertu þarna, Hjöppi? Umferðarhjöppi er mættur á staðinn. Mættur á staðinn og við ætlum, hann verður með öðru sér sniða þessu sinni. Þú ert á leiðin út á Miklabraut, eða ekki? Ég er á leiðin út á Miklabraut. Ég er komin inn út á Miklabraut núna. Þú ert komin út á Miklabraut, já. En það sem ég ætlum að gera núna er að ég ætla að rífa mig úr ofan. Þú ætlar að vera að bera ofan, já? Já, sem að sko, og ef allt er eðlilegt, þá fáum við einhverja aftan á kistlu hérna í beinni. Og þannig að fólk verður væntanlega að snúa sig úr hálsliðnum. Ok. Ég er hérna komin úr ofan. Já. Og ég reyndar að labba hérna frá í það. Leggja hérna frá með bólinn. Ok, hendur bólnum að þér. Það er allir að horfa. Já, fólk er að horfa á þig. Já. Og ég er strax með að flauta. Ég fæ strax flautur hérna. Og ég er nú bara hérna á röllinu hérna ákvörðat núna. Það er engin bílar, sko. Nei. Hvað er ekki bíl á Miklabrautinni? Já, það er sko... Já, ég heyri flautin hérna. Það eru flautin hérna og ég vil að menn flauti ef þeir eru að... Sko, það er allir að komnilega framjá mér okkur núna. Þannig að spurning hvort ég lappi bara á móti umferð. Já. Hvort ég fái eitthvað flaut á. Ok, og þú vilt að fólk flauti ef að, hvað er það, fara að keyra varlega? Já, það ætlar að keyra varlega. Já. Það er að fólk flauti. Það er allir að hlusta greinilega. Já, það er nú gott að heyra. Og ég er náttúrulega ekki alveg í mínu besta shape okkur núna. Hvað er þetta stattur í 50%? En ég er að fólk keyri varlega. Já, það er að... Og umferðin er þannig að hérna kemur bara stærsta rúta heims. Þannig að það vinkaði mér enginn að horfðu bara allra um. Já, það verður full rúta útlendingum. Já, það er rosalega mikil umferð okkur núna í vesturátt. Já. Ég ætla að biðja þá sem er að fara í vesturátt að reyna að taka Sæbrautina. Ok, það minkar aðeins svo í kringum Njarðargötuna. Ef fólk getur notað Hverfisgötuna frekar, þá væri það alltaf betra. Já. Er komin ekki, heyrið fólk flauta, er komin einhver aftanákjærsla? Það er engin aftanákjærsla komin. Nei? Það er allir að gefa mér thumbs up á staðnum. Ok. Það er skemmtilegt. Já, en er þeir ekkert kalt? Nei, það er fáránlega hlýtt úti. Nú, já. Og nefnilega, sko, máli, og það er allir að taka gríðarlega vel í þetta. Nei, það er nú gott að það er. Fólk hefur verið að skrúa niður og gefa mér thumbs up. Já, það er nú gott. Og en umferðin kemur alltaf svona í törnum. Það er að koma eina og það er rosalega mikið að fullóðu fólki. Ok. Rosalega mikið af svona gömlu og leiðilegu liði að keyra okkur núna. Nú? Það er enginn einhvern veginn. Er það ekki að gefa... FM 957 lið. Það er ágætt ef þeir sem er að hlusta myndi flauta. Já, þú vilt fá flautið. Þarna heyrður þú flautið. Já, en hvað hérna, hvern svona... Þarna kom flautið. En þú vilt svona fyrir alla muni... Meira flaut. En fyrir alla muni farið varlega.
alla muni. Glæsilegt. Gríðarlega mikilvægt að fara varlega. Það er að fá hærri flaut. Já, segir umferðar Hjöppi og... En svo svo er rosalega, það er margir svona sem gefa sko thumbs up. Svo er ég búinn að sjá 2 eða 3 hrista hausinn. Ok. Ég velti fyrir mig hvort að skjóta að ég er ekki mínu besta standi. Að þarna er flauta, glæsilegt, er að fá nokkur flaut hér og þar. En svo líka einhverju verið að hrista hausinn. Já, við skulum segja þetta gott af umferðar Hjöppa. Ég er að fá eina bílalest á mig. Þetta aflúkast að ég get ekki fengið hvort að menns. Nei, þetta eru leigubíla mikið útlendingum. Þarna kemur einn á Audi. Ég væri til að vera þetta flauta. Já, heyrðu þetta. Já. Það er allir að flauta. Þetta er gott að heyra. Aftur á, það muni engu að fengja aftur á. Ertu að vonast eftir því umferðar Hjöppi? Nei, það var eitthvað svo mikið fyrir að heilsa mér. Það fattaði ekki að bíllinn var steinduðu fyrir framan sko. Það er að fá alveg fullt af þessu öllu saman. Ég byrjar að heyra illa í þér, þannig ég ætla að setja hérna á lag og svo erum við að fara í hlusta á hljóðið. Er þetta? Já. Skilji. Já. Kanye West og Jay-Z með Why I Love You hér í FM 95 Blu og já, það vill nú bara svo skemmtilega til að við Hjörvar erum að fara í splunkunni á dagskrálið núna. Já, splunkunni liður hjá okkur. Þetta er náttúrulega einn vinsælasti útvarpsleikur allra tíma. En hvað byrjar að hósta bara eftir að vera byrja ofan? Já, það var svona pínu kalt. Pínu kalt? Já, svona, þú veist, þegar maður er komin inn, þá var pínu kalt. Já, ok, ekki að kalt á hann. Nei. Það sem að þessi leikur gengur út á er að, já, við erum með fulla vasa peningum við Hjörvar og við ætlum að gefa hann. Já. Það er ekkert flóknari það og, já, eins og áður við komum fram og þá heitir leikurinn Hlusta á hljóðið og við skulum bara fá trailerinn í gang. Það er komið að uppáhalds út 11-0957, nú er ekki eftir neina að bíða. Það er að ringja inn, en við þurfum náttúrulega fyrst að fá hljóðið, maður. Við þurfum að fá hljóðið Já, og ég var svo spenntur yfir trailernum að ég ætlaði bara að gleyma að spila hljóðið og já, nú þurfum við að hlusta vel, kæru hlustendur. Þetta er pínaritt. Já, þannig að spurningin núna hjá okkur Hjöppa í Hlusta á hljóðið er: hvað er maðurinn að gera? Já, hvað er maðurinn að gera er stóra spurningin. Og já, það sem að þetta er í fyrsta sinn sem við förum í leikina, þá er nú ekkert safnast neitt gríðalegu peningur í pottinn, en við ætlum hins vegar að opna hérna fyrir síman og sjá hvað fólk giskar á. Það voru að lækja útvarpinu. Það segir gott. Herru, við erum góðir hérna félagarnir, velkomin í Hlusta á hljóðið. Takk að þið fyrir. Hvað er þú stattur í veröldinni? Herru, ég er bara hérna á leiðinni heim og vinnunni. Á leiðinni heim og vinnu og þú heyrðir hljóðið. Já. Og þú er svona einhverja hugmynd væntanlega í hausnum svona hvað þú heldur þetta geti mögulega verið? Já, ég bara, við gætum dottið í huga að það væri annarkvæmt með pípandi niðurgang. Já. Ég er að pissa. Ok, hvað ætlar að giska á? Ég segi hann sé að pissa. Já. Heyrðu, hann er næris í fyrsta maðurinn. Heyrðu, þú tókst þetta bara í fyrsta? Þetta er rosalegt. Í fyrsta, hvað heitir þú, kæri vinnur? Það er Einar, heit ég. Einar. Herðu, þú ert búinn að vinna þér 70 krónur íslenskar. Það er nú ekki orðin stór... Nei. Það er ekki... Það er gott, maður. Ekki stór pottur en það hjá okkur í byrjun. Þetta er bara kassi, við heldum að þetta kæmi aldrei í fyrsta. Já, það var að versta. Það er bara... Hvernig fattaður þetta? Hvernig fattaður þetta? Ég bara veit það ekki, ég er bara svo helviti góður. Þetta er glæsilegt, þú getur komið hérna upp í Skaftalíð eftir helgi og sótt penningin. Sko. Já, en Skaftalíð eftir helgi og sækir penningin?
Ekkert mál, ég bara á leiðinni. Farið til Cash. Þakkaði fyrir þetta. Já, þetta fljótt að gerast hérna í hlusta á hljóðið og því miður fór þetta bara út í fyrsta. Já, komur óvart. Ég held svona að þyrfti kannski nokkrar ágiskanir hérna til að átt að sjá hvað er í gangi. Ég klikkaði fyrst á þessu. Ég líka, ég held líka að við þyrftum að gefa nokkra vísbendingar og svona. En það var ekki í dag. Nei. Svona þetta greinilega. Nýtt frá MS. Hleðsluskyr. Ríkt af misupróteinum. Prófaðu það hreint eða með bláberjabræði. Lífið er æfing. Taktu á því. Eitt besta úrval fæðubótarefna á frábæru verði. Höfum opnað nýja verslun í Holtagörðum og erum líka í Glæsibæ. Sportlíf.is. Fæðubótarefni á betra verði. Kaupum á allra vörum Gloss frá Dior og styrkjum okkar veikustu börn. FM 95 Blö á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Það er FM 95 Blöð með ykkur hér á FM 957 og það er komið að lið sem er fastur á 50 og held ég að flestir sem hlusta reglulega ættu nú að vera farnir að kannast við og heitir hann Flottulaga kjarnin. Já, ok. Og ég vann síðast og jafnaði held ég 13-13. Ég held að sé allt í játnum hjá okkur og þetta, fyrir ykkur sem hafa ekki heyrt þetta, þá gengur þetta þannig út á sig. Við Hjörvar spilum 1,5 mínútu úr lagið sem okkur finnst gríðarlega flott og svo er það undir ykkur hlustundu komið að hringja í 511 og 957 og sá sem er fyrstur að fá 5 atkvæði, eða það lag sem fær fyrst 5 atkvæði vinnur. Þetta er ekki flókið og Hjörvar, þú varst búin að velja að laga þetta ekki? Jú, þú reyndir að byrja. Já, ég byrja í dag. Já. Byrjaði þú síðast? Já. Ok, skiptir mig engum máli. Nei, ég býði eftir einhverju góðu svona einhver svona lagi? Pearl Jam með eitthvað. Ég var með Jet Black Joe síðast. Higher. Nei, ég var með Rain. Geggja lag. Enda vann ég 5-1. Og vona ég að þú komir með einhverja samkeppni í dag. Ég er búinn að velja lag og það er ekkert eitthvað Það er hins vegar hrikalega gott lag og svona smá nostalgía. Lag sem að þetta er þetta nostalgía, við spilum vel alltaf eitthvað svona eldri lög og þetta lag minnir mig á góða tíma á Sauðárkróki og ég held að þetta er eftir að rifja upp góða tíma fyrir hellingaliði og ég treysta fólk að núti að það sé ég að pröfa þessu lagi og ég og hringi á eftir og kjósa þetta lag. Þetta er með hljómsveit sem heitir Counting Crows og lagið heitir Mr. Jones. Þetta er svo gott maður. En tíminn minni víst raunin út. Þetta fannst mér ekki gott lag, en sláttu það í þessu núna. Í alvörunni. Þú lættu alltaf þín lög feita svona undir og svona. Mitt er alltaf bara drepið sko á on the go. Nei. Og drepur, eins og þetta lag, það finnst mér rosalega leiðilegt. Það er svo ekta lag sem þú myndir hafa ekki. Það er með góða tónlistasmekk. My favorite color. Særi, þú ert alltaf spilandi lengur þín lög. Ég er hættur, ég var að stríða þig bara þannig að þú varst að væla. En þú veist að fólk sem töðar mikið, það lifir lengur, þannig að halda áfram. Mér langar ekki að lifa svo lengi. En, hvað er draumatalaðin? Svona 105. Vá, svona stutt. Hvað nú mátt þú kynna þitt það, ég er bara að drepa í mínu. Ég ætla að, Ég held að fullt af fólki að núti sem er ekki samanlega með Mr. Jones, sko. Já, ok. En ég ætla að veðja á vinn minn Elton John. Ok. Nú er þetta skána þess. Ég ætla að velja lag sem að ég á miklar, ég bara elska þetta lag. Já, þú ert núna sem sagt, það er komið keppnið aftur, það er ekki einhvað Abu Babu frá 90s. Þú ert að fara einhvað alvöru. Nei, það var reyndar mjög gott lag. Búm, digi, 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 búm. Þetta hérna lag heitir Tiny Dancer. Ok. Fíla, smá samkeppni. Elton John. Já, bring it. Bring it, Hjörvar. Hey, Elton John. 3 mínútur hérna á Hjörvari. Pirraður út í bílnum núna í miðlagi og skollótti gæðin bara drepur í honum. Ég elska þetta lag, sko. Þetta er ennþá einn undir. Ækkaði í svo gæll. Nú er að gera að hringja í 511 0957, kæru hlustendur. Og þú tapar mörgum atkvæðum með að skrúa niður í miðlæðinu. Nei, sko, þú ert komin í 3:20, Hjörvar. Ég fekk 1:30. Stundum að hafa líka gaman að lífinu, sko. Ég hef alltaf gaman að lífinu. Sko. Ég hef alltaf gaman að lífinu. Bara að vera reiðiblöð, sko. Það segir maðurinn sem fer þvílitt eftir leikreglum. Ég var með Counting Crows, Mr. Jones. Það eru fólk búin að gleyma það svo langt síðan að spila. En nú hringi ég 511 0957 og gefið okkur atkvæði. Við byrjum hérna á fyrsta hlustanda. Hver fær þitt atkvæði? Hérna, má gefa okkur báðum? Já. Takk hella. Við erum í þannig góðskapi. Það er svolítið erfitt að velja á millinu fyrir það. Þetta eru 2 rándýr lög.
Já. Við erum sammálaðir hérna, hjöpum með gott lag. Já. Herðu, við skráum bara stig á báða. Ok. Takk fyrir. Já, bye. Ok, það bara 0-0 sko. Já, þá er það næsti FM 95 blöð, hver fær þitt atkvæði? Ötti, takk kjalla fyrir það. Fanliðið sem að hlusta þetta. Býttu, okkur getur henni ekki fyndist þetta bara flott lag, Hjörvar? Ok, takk fyrir, bye. Takk fyrir að hringja, ekki hlusta á hann. Þetta er ekki, Ok, bye. Þá er það næsti hlustandi, hver fær þitt atkvæði? Það er Auðun Blöndal. Það er Auðun Blöndal. Þá er staðan orðin 2-0 hérna. Þakkaði fyrir þetta. Ertu Counting Crows maður? Nei. Það er það engin, heyrðu, flott lag samt. Já, takk. Takk fyrir að hringja. Staðan er 2-0 hér í flottulega-keppninni. Hver fær þitt atkvæði? Ötti. Herðu, það er 3-0. Þetta er ég mjög ánægður með þetta. Takk fyrir þetta. Bye. Það er svona saklaust bye í lokin. Bye. En að taka ekki the retard line. Hættu þessu, Hjörvar. FM 95 blöð, hver fær þitt atkvæði? Mr. Jones. Já, ég veist að ég vissi þetta lag. Þetta er rosalega slagur. 4-0. Takk hjá fyrir þetta. Bæ, sælir. Herru, það getur orðið KO 5-0. Hver fær þitt atkvæði? Tiny Dancer. Tiny Dancer komin á blað. Toppmanneskja á ferðinni. Takk hjá fyrir gott. Já, þetta var í Almost Famous. Það er hárrétt hjá með Kate Hudson maður. Þú ert stórkostleg og keyrðu vallega. Já, ég gerði það. Já, nummer 1 og 3 sann, keyrðu vallega. Það er öllum saman þessa keppni. Já. Ok, takk. Come on. Ég finn á mér að það er amazing comeback on the way. Það fór 5-1 síðast, ég verði fyrir annað 5-1. Það er amazing comeback on the way. Halló. Hver fær þitt atkvæði? Það er að nutti. Anna, það er 5-1 aftur. Já, ok. Takk hjalla. Ok, bye. 5-1, alveg svo síðast. Hjörvar, þú ert búin að fá 2 atkvæði í síðustu 2 keppnum. Vonleikið það eru lítil börn og eldri konur sem halda þær eigið séns í þig. Það er að gefa þær atkvæði. Það er ekki hættu sig. Konur, hann hefur ekki áhuga okkur. Ekki vera svona kjánalög, Hjöppi. Hann hefur ekki áhuga okkur. Þú ert að vera til skamma núna. 5-1 og, já, ekki hlust á Hjörvar Hafliðarsson. Hann töðar og vælir en þarf að fara að hissa upp í sér raska. Reynda varstu með gott lag núna, ég skal gefa það. Já, en þú náttúrulega drafstaði viðlæðinu, þannig að ég... Þú drafið viðlæðinu, Hjörvar, ég gaf þig 4 mínútur. Ég til þetta ekki. Hver er fengið þitt atkvæði? Ég hef nú gefað hann Hjálpa K. Það var laglegt. Eitt svona pitti, svona sofi í nótt. Takk fyrir þetta. Þetta er greinlega, sko, þetta er greinlega minn aldur. Ég elska þegar fólk er byrjað að vorkenna þér. Þetta er greinlega minn aldur. Svona educate people, aldur svona 25-40. Hörðu að minn, farðu bara hissið með böksunar. Mínus 12. Nú seint setja þetta lag í flottulega keppnina en ágætis lag hérna svo sem hjá Katy Perry. Last Friday Night heitir það. Og já, Hjörvar, ég þakka fyrir drengilega keppnan. Já, og ég þakka þér og stuðningsmönnum þínum kærlega fyrir sömuleiðis. Já, þetta er gaman að þessu og já, þetta verður aftur í næstu viku, flottulega keppnin. En við skulum ekki ræða hana meir því að það er komið að nýjum lið hér í FM 95 blöð. Það sem ég ætla að láta... Nýr liður? Já, svona nýr liður. Þetta verður svo sem bara gert 5 sinnum. En ég ætla að fá alla strákana í FM 95 blöð til þess að segja mér, já, 10 hluti sem að hlustendur okkar vita ekki þá. Þannig að þetta er svona aðeins að, já, svona skeignast bak við tjöldin, eins og ég segja. Já. Og svo hér rétt og eftir ætlum við líka að velja kynþokkafyllsta eldri borgaran. Það verður stemming. Ok, og við hefum kannski að ringi hann og skoðum til aðmyggju? Já, sá sem vinnur, þá bara bjöllum við hann. Þannig að nú að gera hlustendur, það verður undir ykkur komið á eftir að kjósa svona, já, kynþokkafyllsta eldri borgaran. Já, og þetta kallkyns eldri borgara, eða bæði bara? Tökum bara kallkyns núna og kvenkyns í næstu ykkur. Ok. Það er ekki bara fair. Fair, jú. Hittum upp með núna í dag og svo... Hittum upp með kallmanni og svo er aðalkeppnin þá næsta, en sko, eina sem ég er að spá í, eins og með konur, þú mátt aldrei spyrja konur gömul. Nei. Það er svona hedónaskapur. Já. En það er alltaf... Hvað er til að gömul? Já, nákvæmlega. Það er ekki vinsæl spurning. Þannig að er það niðrandi ef að kona vinnur kynþokkafyllsta eldri borgarinn? Það er eina sem ég er svona hræddur ef að við ringjum svo erum óskar til hamingju og það er bara, og við erum eyðilegja fyrir henni daginn, sko. Af því að, kallmenn eru svona, ég veit það ekki, skoðum það bara, ég ætla að fá álit hjá konum hérna á eftir, en við ætlum hins vegar að fara núna í 10 hluti sem þið vissuð ekki Hjörvar Hafliða. Já. Herru, ég spurði á mig svo rétt á hann. Já. Herru, ég hef aldrei reykt, tekið í nefið eða tekið í vöruna. Já, ok. Er það ekki svolítið magnað? Það er pluss í klattan. Ég er rosalur anstæðingur, sko. Já, þú ert anti-tobak. Ég er alveg upp við að var reykt fram í þegar ég var í bíl. Já. Mér fannst það bara svo mikið viðbjóður að ég var bara harður anstæðingur. Ég hef aldrei reykt.
Það svona léttur Þorgrímur Þráinsson í mér. Já, ég er ánægður með það. Eina sem er þreytt við það er að þú ert búinn að fá þig kannski 2-3 galda og ert fann að tala um að sitja á toppnum á tóbaks. Það er svona einn þreyttasta lína sem kemur úr þínu kjafti, en höldum að fram með þetta. Ég hef aldrei búið annars staðar en í Kópavogi. Ok, þetta vissi ég ekki eins og. Ég hef verið í Efstahjalla, Brekkutúni, Baugakór, Hólahjalla og Kópavogsbraut. Þannig að ég hef alltaf verið í Kópavogi. Alltaf átt lögheimili í Kópavogi? Alltaf. Það er ekki alveg að sama hjá mér. Nei. Mér finnst Office finnustu þættir í heimi. Já, þetta er skemmtilega liður. Bresku Office. Ég held að vera aldrei neitt gert sem jafn fyndið eins og þegar ég sá þetta fyrst skipti. Ég er þetta sammálaður þarna. Það var óheyrilega fyndið. Já. Við erum að slíkast inn í 10 hluti sem þið vissið ekki um Hjöpa. Já, mér finnst gaman að þykjast vera Júgóslavi sem að er búinn að búa á Íslandi svona 10-15 ár. Ég ger þetta stundum þegar maður er kannski komin í góðan gír. Já, ok. Það þykist ég vera Júki sem er búinn að vera hérna í nokkur ár. Já, þetta vissum við ekki. Og það hef ég hef mjög... Getur þú að gefa okkur smá dæmið það? Já, bara kannski fara í reitabólti og bara, það er náttúrulega erfitt að gera, þetta er svona fótboltatengt sko. Já. Kannski spila þessi vörn, þú Oiti, þú ert í alvöru fýll leikmaður. Bara stundum vera pínu feitur. Ég get ekki velja feita leikmann. Ok, skemmtilegt. Það er það. Já. Ég pæli mikið í fötum, bæði á karlmönnum og konum. Jæja. Ég get alveg setið á djamminu og setið og pælt aðeins í hvað ollir í að einhver valdi þetta þegar hann ákvað að fara út. Já, hvort sem að það flott eða ljótt. Já. Skilin? Mjög já, ég skal viðurkenna það, ég var til að pæla þessu. Já. 6, ég get ekki vakna á mótana. Nei. Bara geta ekki, mér finnst bara ef þú myndir segja eitthvað, Jörgur, við erum með morgun þátt og vakna 6:15 á annan móta. Á einmitt, góður. Já, það er bara... Það var einmitt það sem ég hugsaði, sko, FM 9 blöð. Þetta er nú svona eitt hérna sem að kannski fólk vissi ekki, en þetta er ekki á mínum top 10 lista sem ég ætla að búa til sjálfur. Okay. En FM 9 blöð átti að vera morgun þáttur. Sínum tíma. Og þátt magasín að vera frá 4-6. En svo var þessu svissa því að ég svona gruna að það væru nokkur haugararnar sem að ætti erfitt með að vakna. Já, og kannski einn af þeim kannski beint á móti mig líka. Já, við þau kenna. Sko, mér finnst svo egocentrist að tala svona mikið um svona en ég reyndi að pína það með eitthvað meira í þetta. Hvað er ego? Bara segja hluti sem að fólk veit ekki. Hvað er ego eftir það? Ég hef safnað James Bond myndum allavega og ég safnaði öllum á Waff.s. Svo ákvað einhver fáviti að breyta Waff.s í DVFT sem endaði með því að ég mætti síðan með eitthvað fullt af 5.000 sköllum í einhverja búð og keypti allt Bond safna á DVFT og núna er náttúrulega komin Blu-ray þannig að ég hef sem sagt í tvígang safnað Bond safna og ég er ábúin að fara að gera í þriðaskiptið. Og tekur allar nýjustu þá allt með? Tek alltaf allt, bara, þú veist, það er bara fer allt í hilluna. Það er 8, eitt sem ég er ekki stoltur af. Ok. Það er bara svona 4-5 ár sem ég byrjaði að nota bílbelti. Já. Þetta truflaði mig í akstri fyrir nokkrum árum síðan. Þangað til ég fekk mér bíl sem að heyrðist í ding, ding, ding. Þannig að ég verið að viðurkenna að það er mjög slæmt en ég notaði aldrei bílbelti. Okay. Ég setti oft bara beltið í og setti síðan ón á beltið. Já, það er sorglegt. Það er mjög sorglegt. Herðu, fleira sem þú veist ekki um þetta. Já, og deitt eftir það ekki? Já. Skrifaði það bara 9 eða? Nei, ég var ekki alveg búinn með þetta sko. Nei, ok. En Góðu bara með eitthvað? Top of your mind? Top of my mind? Já. Mér finnst gaman að fara í Mjóddina. Ok. Þannig að verslunarmiðstöðuna í Breiðholtinu. Ég veit hvað Mjóddin er. Mér finnst bara eitthvað, það er eitthvað að vera á stað sem ég finnst alveg briljant. Já, ég fær... Það er 2 staðir á landi sem ég gaman að koma. Það er Hamraborgin í Kópavogi. Já, og Mjóddin. Og svo finnst mér gaman líka að vera í Mjóddina. Það er eitthvað svona, það er einhver fílingur þarna sem maður næst ekki annar staðar. Já, ég sko þegar ég fyrir Mjóddina, þá fæ ég svona flashback. Því ég ætla að bjó í Iðufelli í 2-3 ár. Þannig að ég fæ svona smá flashback í Mjóddinni. Já, ég Það er krón og svona varðar. Ég heyrðu, kannski ég svo eini í viðbót. Ég satt með einu sinni í stjórn ungra jafnaðarmanna í Kópavogi og satt í hafnaðemnd fyrir Kópavogsbæ. Sem er bara dæmi sem ég finnst svo fáránlegt í dag því að þetta er svo eins langt frá mínu áhugasviði en ég hafði mikið áhuga þessu árum áður. Glæsilegt, þetta voru 10 hlutir sem þið vissuð ekki um Hjörvar Hafliðason og já, á morgun fáið að heyra 10 hlutir sem þið vissuð ekki um Egil Einarsson sem að verður örugglega erfitt því að hann segir frá öllu sem hann gerir í lífinu. Það er bara ekki flóknara það. En við reynum það samt, fáum Kings of Leon með You Somebody, svo ætlum við að velja kynntokka fylgsta eldri borgarann og við ætlum að byrja á karlmanninn.
Allan sólarhringinn, Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Föstudag á Stöð 2. Logi Bergmann snýr aftur í hinni peiki vinsælu spurningabombu. Litríkir gestir og föstu leikatriði. Spurningabomban, föstudag klukkan 20:10. Stöð 2, skemmtilegri. Það eru bakarameistarinn og Flóridana sem færa þér spurningabombuna á Stöð 2. FM 95 blöð. Á FM 95. Núna við Hjörvar að við ætlum að velja kynþokka fyrsta eldri borgaran, ekki satt Hjörvar? Jú. Og það eru karlmenn að þessu sinni. Já. Þannig að nú er að gera kæru. Og eigum við kannski að reyna að hringi í sigurverðina síðan, eða? Já, ef það er eitthvað sem við þekkjum eða eru með númeri hjá. Annars erum við bara afhendunum í dag hérna næsta 5. Skulum skoða þetta. Þannig að nú erum að gera að hringja í 511 0957 og segja okkur svona hverjum ykkur finnst kynþokkafyrsti eldri borgarinn hér á Íslandi. Og ég er búinn að opna hérna fyrir síman og við skulum bara taka fyrsta hlustandan inn. En hvað finnst þér, kæri hlustandi? Það er Logi Bergmann. Logi Bergmann? Á er hann fyrstur á blað. Þú ert hrifin á honum? Hann er toppur. Hann er toppur. Herðu, glæsilegt, takk fyrir að ringja. Þá fái næsta hlustanda. Hver fær þitt atkvæði? Það er maður að sjá hérna, hver fær þitt atkvæði? Afi. Afiðinn? Ok. Hvað heitir hann? Ég veit það ekki. Nei, það er skemmtilegt. Þannig að þá getum við ekki sett hann á blað. Við skulum fá hérna, hver fær þitt atkvæði? Logi Bergmann. Logi Bergmann, herru, þá er hann komið með 2 atkvæði. Takk hjá fyrir þetta. Við skulum, það er 511 0957 og við fáum hér, en hvað finnst þér, kæri hlustandi? Ég ætla bara að segja saman hann, það er Logi. Það er Logi Bergmann, herru, þá er hann komið 3 atkvæði hérna Logi, takk fyrir þetta. Skulum fá næsta hlustanda, hver finnst þér kynþokkafyrsti eldri borgarinn af karlmönnum? Það er klárlega Logi Bergmann. Það er Logi Bergmann, herru, þetta, það nú allir bara að kjósa lengur, hann komið hérna með 5 atkvæði, takk fyrir þetta. Við skulum fá næsta hlustanda, hver finnst þér kynþokkafyrsti eldri borgarinn? Hvaða klínkuskapur er þetta? Hvað? Þið búin að fá alltaf til að segja Logi eða? Nei, ég get svo svarið það. Jöfnveg, þetta er möggsvinsla, Er þetta Ævar Gudmundsson á línunni eða? Ég ætla að segja Sigurjón Helgason, pizzagerðarmaður á Dalvík. Sigurjón Helgason? Já. Glæsilegt, þá er hann komin í þetta blað, takk fyrir þetta. Ok, og þá fái næsta hlustanda, hver finnst þér kynþokkafyrstur? Ég heyrði að fólk að kjósa mikið að Loga. Já. Ég ætla að velja hann líka, það er Logi Bergmann. Já, þetta er líkt konun áðan, en já, takk hérlega fyrir það og takk fyrir að ringja. Skulum við fá hérna næsta hlustanda, hver finnst þér kynþokkafyrstur? Það er Davíð Oddsson. Davíð Oddsson, já, gaman að fá hann á blað. Þið finnst hann sexy? Já. Já, fíla kall með völd. Já. Já, einmitt. Takk fyrir þetta. Og við fáum næsta hlustanda, hver finnst þér kynþokkafyrsti eldri borgarinn? Er það ekki Hemmi Gunn? Hemmi Gunn, já, það ekki. Fá Hemman hérna inn á lista. Það er flottur. Já, sexy maður. Hvað vantar allar konur hérna? Þetta eru bara strákar að kjósa. Já. En takk fyrir að ringja. Takk fyrir. Ok, þá fáið, næsta hlustanda, en hver finnst þér kynþokkafyrstur? Já, það er Logi. Það er Logi Bergmann. Logi Bergmann. Glæsilegt. Hann er alveg frábær. Takk fyrir þetta og takk fyrir að ringja. Þá er það næsti á línunni. Hver finnst þér kynþokkafyrstur? Bletsaður. Ég ætla að kjósa Steina Ólafs, sundljóðstarfsmann á Egilsstöðum. Steina Ólafs, komin á blað. Takk fyrir það. Blessar. Og þá fáum við, næsta, FM 95 blöð, hvað finnst þér kynþokkafyrstur? Það er Mortensson. Bubbi Mortens? Já. Já, það er gaman að fá hérna nokkur nýjum nöfn. Við ætlum að taka allavega 5 til 6 hlustendur í viðbót. Takk fyrir að ringja. Og þá fáum við næsta, hver finnst þér kynþokkafyrsti eldri borgarinn? Það er Hemmi Gunn. Hemmi Gunn, komið 2 atkvæði. Komið í annarsæti hérna. Takk fyrir þetta. Já. Ok, og hver finnst þér kæri hlustandi? Það er Róbert Daði Heimisson, bónari á Selfossi. Það er ekkert annað. Róbert Daði. Komin á blað. Takk fyrir. Ok, Nörd. Og hver fær þitt atkvæði? Hemmi Gunn. Hemmi Gunn. Þá er hann komin hérna, bara fast í annarsæti. Á eftir Loga Bergmann. Takk fyrir þetta.
Eins og staðan núna, þá Logi Bergmann með 7 atkvæði, Hemmi Gunni með 3, Daví Oddsson 1, Bubbi Mortens 1. Við erum að velja kynþokkafyllsta eldri borgarann. Hver fær þitt atkvæði? Já, góðan dag. Herri, það hann Sigurjón Helgason, Natalauk. Sigurjón Helgason, þá hann komið 2. Frábært. Gaman að heyri konu líka. Já, takk fyrir það. Ok, bye. Og við tökum svona, Hjöppi, hvað 5 yfirbútt? Tökum 2 yfirbútt alltaf. F9 fyrir blökk, hver fær þitt atkvæði? Það Úlfar Lindarsson og fyrir fréttum. Ok, þá hann komin á blað. Takk fyrir það. Og fáum síðast, það eiginlega bara komið sigur. Hver fær þitt atkvæði? Hemmi Gunn. Hemmi Gunn, tryggði sér þarna annarsætið. Takk fyrir þetta. Ok, herru, þá getur fólk hægt að ringja. Við erum konum í sigur þarna. Já, hver vann þetta? Kynþokkafyllsti eldri borgarinn á Íslandi í dag. Já, hvað karlmenn varðar, þá það Logi Bergmann. Já, ok. Fast á hæla hans fylgir Hemmi Gunn. Ok. Viltu reyna að ringja í Loga? Jú, ekki, og að reyna að heyri og skoðum til að mikið með þetta. Já, tekum á þessu. Ég án að vera með númerið hans hérna. Og maður bara spurning hvort það svari, annars þurfum við bara að fá hann í þáttinn næst. Hvernig hefði þú kostið, Hjöppi? Ég veit ekki, ég hef svo sem enga skoðun á þessu. Nei. En það var alveg greinilegt að Logi átti mikið þarna upp á pallborðið og svo náttúrulega Bubbi og Hemmi Gunn. Já, þetta voru svona 3 eftir sætinu. En hann stakk sér hana framfyrir þá og vann þetta. Ég að ringja í Loga Bergmann. Og hann svarið hérna maðurinn. Já. Logi Bergmann. Já. Komdu sæll og blessaður Auti hérna, þú ert í beinna útsendingu á FM 95 blöð. Blessaður. Hann situr hérna beint á móti mér, hann Hjörvar Hafliðason. Já. Blessaður. Það er gaman á honum, blessaður. Blessaður, og við ætlum nú bara að byrja því að óska til hamingju. Logi. Nei, hvað? Það var að vera að velja þig kynþokkafyllsta eldri borgarann í FM 95 blöð. Þetta er Hjöppi, hann er svo svektur að ég ætla að leiða þetta íslensku hjá hann, þegar hann kann ekki að tala. En hérna, til hamingju með þetta, þú vannst keppnina. Og Hemmi Gunn var í öðru sæti og Bubbi var þriðji. Já, það er. En það var svona eins og fólk verið sammála að kynþokkafyllstri eldri borgarinn væri þú. Já, þetta er gaman að hæra, þetta er mikil heiður, skal ég segja. Þú fékkst 7 atkvæði, Hemmi Gunn sótti fastaðið með 4. Já, en það er ekki keppin líka með ykkar, hvor ykkar nærði að drepast úr þófansíki. Það er ekki keppin það líka. Þetta er svo litli kalla. Þetta er bara þjóðin hefur talað. Þjóðin talaði og þú vannst. Já, það er ekkert slemt. Nei, hvað því að vera að tala kynþokkafullur? Komin á þennan aldur? Ég segi það, ég meina. Hvernig, er þetta ekki bara best, veistu hvað, er þetta ekki bara besti aldurinn? Aldurinn sem var þá er alltaf besti aldurinn. Já. En allavega virðist vera af ykkur eldriborgum, þar virðist það virðist þú alveg hitt í mark. Ég er svona kjætt á hverju degi. Nei, þetta bara datt inn í dag. Þetta var alveg óvænt. Það var kannski eftir ég fekk SMS-i frá Hjöppa, þetta kallar á stríð. Gæti það kannski haft eitthvað með það að segja? Það gæti verið að maðurinn sem situr þetta mótið mér hafi átt hugmyndina þessari keppni. Þetta er ekki búið, Hjörvar. Þetta er ekki búið. Þetta er eiginlega bara kannski rétt að byrja. Já, en til hamingju með þetta. Til hamingju, hérna. Og þetta eldast frábælega. Já, ég eldist mjög vel. Og til hamingju. Þjóðin er sammála því að þú ert kynþokkafyllsti eldri borgarinn. Já, takk hjá. Það var einhver tökur í honum þarna, hann er svona ekki verið sátti með þetta. Já, ég minna, það verða að fara allir hjá sér þegar þeir eru valdnir. Svona kynþokkafyllsti. Maður reynir alltaf að gera lítið úr því sjálfur og svona reyna að gera eitthvað grín úr því. Já. En það er greinlegt að hann er hérna, svona, hann virðist þér að fullnast rosalega vel. Já, og fólk, ánægt með hvernig hann lítur út. Og það er bara gaman að því og hann er vel að þessu komin. Já, og honum bara til hamingju með þetta og vonandi bara njóti vel. Já, og vonandi heldur hann á hann með eldast svona vel. Getur tekið titilin aftur á næsta ári. Rihanna með Where Have You Been? Óskum aftur, Loga Bergmanni hjartanlega til hamingju með titilinn. Það styttist hér í lagið á leiðinni heim, en það er eins og að komi núna að
fitnessjöpa. Já, líkamsræktar á horni í Hjöpa. Já, og það er ungur maður sem við erum að ringja í þá eða ekki. Jó. Það er Egill Einarsson, líkamsræktar frumur, sem er, sennilega besti engaþjálfari landsins, verður ekki að gefa honum það, svona meðan hann heyrir ekki. Jó, við getum alveg að gefa honum það, en ég þarf að vera með nokkra spurningar frá konum fyrir hann. Ok, ertu byrjar að fá fólk með þér í þetta? Já, ég svo bara heyrir fólk fyrir að ræða málin, sko. Heilsugilsi. Heilsugilsi, sæll og blessaður. Blessaður. Förum hérna beint í máleikilsi. Ok. Hvað er versta matadóbók sem þú séð? Nú ertu alltaf að beða fólk að halda einhverja dagbækur. Hvað er að versta sem þú séð? Þín er líklega að versta séð ég séð. Já, ok, en hvað er svona, af hverju eru sumir alltaf feitir? Þau borða óholt. Hvernig er matadagbókinu að Hjöpa? Að Hjöpa? Já. Hann bara vaknar til greina rauða súpudós. Já. Síðan það borða hann holt í hádeginu. Grípur líklega í pulsu svona 3-leiti. Með rauðri kók. Og helst ágætlega svona til kvöldmat. Ef hann er heppinn og getur hann tekið kjúkling þá tekur hann óokrar með kvöldi. Og ef hann tekur burger í kvöldmat þá getur hann tekið haldið fyrir góðum kvöldi, sko. Ertu að hlaupa marathon eða? Ég var á skíðavélinni. En þetta munum að heilsugilsa og súpudósjöpa. Ég er á skíðavélinni nú. Já, ég er að vinna, sko, kallið minn. Ég var einn í stúdíónu og væri ekki arbjörð eða eitthvað. En hvað segir, eins og núna er þú veist, geta allir og mjóir eða? Já. Er þetta bara matara? Er þetta ekki einhver sjúkdómur eða eitthvað? Nei, það geta allir tekið. Er ekkert að fela sér bak eitthvað sjúkdóm í þessum bransa? Þú gæti reynt að fela það bak við skjaldkirtilli segja ykkur fólk hér, það er algeng afsökun, sko. Já. En það er bara, þú veist, oft ég Gætu ekki þurft að aðtóa með skjaldkirtilinn, eða? Málið allir sem segja þetta, hörru, skjaldkirtillinn í ykkur fólki, hörru, já. Skrifa það svona gamli fyrir mig dagbók í viku. Ok. Þá er þetta bara snúður í morgumat og pulsa og Dominos og veit, fólk ennast niður. En hvað er flestu kílóum sem þú tekið af einum hlung? Ég held ekki 50 plus. Þú tekið 50 plus, já? 50 plus, já, bara mannlöst. Hvað þú að taka 7? Já, hvað segir þú? Þú að taka 7 kíló, er það ekki? Jó, ég þarf að taka svona 7. Ívar Guðmunds er búin að taka 7 kíló á 4 vikum, hérna. Hver? Ívar Guðmunds. Ívar Guðmundsson? Já, hann er náttúrulega ekki mennskur. Ég heiti Ívar, hvað segir Ívar? Ég er bara góður. 7 kíló á 4 vikum, fara. Ok. Og er hann þá farin að sjá eitthvað, eða? Ég vil sjá núna, sko, súpudósjöpa. Já. Í kardiósjöpa. Ok. Og sýndi Ívar Guðmunds hverju maður. Ok, ég ætla að gera það, menn ég þurfti bara aðeins að heyri þér út af þessu. Já, ég er alltaf til að peppa þau, þú getur hýndið mig hverja sem er. En nú eru þið búin að vera bestu vinir ansi lengi þegar ekki, Egill. Jó. Og þú ert mjög færi í því sem að þú gerir, að koma fólki í form. Hefur þér ekki tekist að koma besta viniðinum í svona ágætis form? Hann kom sér einu sinni í svona cirka 10%, þá bara var hann sáttur og byrjaði að éta. Já. Ég hef séð hann gera þetta, sko. En Egill, við erum alveg að vera búin með tíman. Já, ok. Þakka þér kærlega fyrir þetta og halda áfram að æfa. Það sem ég vil að sé næsta topic í heilsuhotninu. Já. Hvernig við setjum press á Hjöpa. Það er að setja press á. Ég byrjaði á því, ég sendi hann út á þann hann var umfyrða Hjöpa byrju á hann. Jú. Það var 10 manns búin að koma í sportu sem segja Hjöpa verið byrju honum miklu betur. Já, það er að því að fólk sá hann á Selfossi. Við þökkum fyrir þetta, Egill. Já, hörru, ég er ykkur. Glæsilegt. Þetta var heilsuhotnið hjá Hjöpa og kom eitthvað halda fram Hjörvar sem þú vissir ekki? Nei, það er skemmtilega við þetta hot. Við ætlum að fá örstuð skilabóð, svo er það lægi á leiðinni heim og já, ég er búin að velja gott lag þessu. Morgunþátturinn Magasín á ferðalagi landið. Næstu helgi verður Morgunþátturinn Magasín með skemmtikvöld á Akranesi. Nánar tiltekið á Gamla Kaupfélaginu. Lauflétt pubquiz, uppistand, fáralegar keppnir og löðrandi sveittball fram eftir nóttu. Sjáumst á Gamla Kaupfélaginu á Akranesi. Laugardagskvöldið 15. september. Hlökkum til að sjá þig. Morgunþátturinn Magasín. Arion-appið er nýjung í bankaviðskiptum. Með einum smelli tekur þú stöðuna á reikningum og kortunum. Kynntuðu málið á arionbanki.is. Komið sæl og verið velkomin í heimsókn. Sindri Sindrason heimsækir sannkallaða fagurkera sem hafa einstakann áhuga fyrir heimili sínu og húsmönnum. Heimsókn, fyrsti þáttur laugardag klukkan 18:55. Stöð 2, skemmtilegri. Bátur mánaðarins á Nonnabita er skinkubátur á 990 krónur. Nonnabiti, best fyrir svanga.
Milla Jovovich snýr aftur sem Alice. My name is Alice. Umbrella is more powerful than ever. Í einni vinsælustu kvikmyndaseríu allra tíma. Surrender or die. Resident Evil Retribution. Komin bíó. Resident Evil 6 kemur á PlayStation 3 2. október. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Á FM 957. Jón Jónsson og með nafn sem gæti nýst honum vel ef hann fyrir að herja á bandaríkjamarkað. John Johnson. Já, John Johnson. Það heitir náttúrulega ekki John Johnson. Það heitir Jón Jónsson. Já, það ekki sama John Johnson. John Johnson samt, Jón Jónsson. Jón Jónsson, já, ok, fyrirgefðu. Hann gæti kallað sér John Johnson samt. Það er skemmtilegt klukkan að verða 6, eina sem við hefum eftir hér í FM 95 Blöð lagi á leiðinu heim. En við ætlum bara að kveðja fyrst, Hjörvar. Það er búið virkilega gaman að vera með þér hérna í dag. Eins og alltaf, við fengum 10 hluti sem við vissum ekki þig og svo er það Herra Heim, keppandi Herra Heim og nýi dagskráliðurinn Hlusta á hljóði. Já. Þetta voru gaman hjá okkur. Svo skellti ég mér út. Svo skellti þér út, bera ofan og allt að gerast. Logi Bergmann valinn kynþokkafyrsti eldri borgarinn. Á morgun verður hann mættur hérna Egill Einarsson. Þeir harðir á föstudum. Þannig að endilega fylgjast með því það klukkan 4 á morgun og hann er bara hérna rétt og kominn hann Rikki G. Hann verður með ykkur til 9 kvöld. Þeir sem er að fara út á lífi á 50 degi, góða skemmtun. Og ég ætla að enda þetta hérna á laginu á leiðinni heim og þetta er lag sem að ég er mjög hrifinn af. Ég veit ekki hvort að Hjörpi verður sáttu við það. Þetta er virkilega flott lag með Coldplay og heitir The Scientist. Heyrjumst á morgun.